Þegar við reiknum sparnað í töflureikni þá þurfum við að vita hvað upphæð við byrjum með. Hér 10 skall. Ég reikna svo vextina sem þá upphæðin sinnum vextirnir í tugabróti. Hér 4% vextir sem eru með tugabrót upp á 0,04. Svo þeir einlega geta saman. Og þá ég með innistæðu plus vexti. Ég hefði geta verið með 1, og sleppt þessum reit hérna. En næsta ár þá byrja ég með upphæðina sem ég var með plus þennan reit hér. Og svo get ég farið að draga niður því að leiðu ég dreg þennan reit niður hér og ég ætla að draga hann hérna niður í 5 ár. Af þessu kemur ekkert hérna því að það vantar ennþá töluna og hann ruglast svolítið af því að, og ég ætla að sýna ykkur eftir af hverju. Ég ætla að draga þessa líka niður og ég ætla að draga þessa niður líka. En þetta fer allt í rugl. Af hverju? Jú, hér villa. Vegna þess að ég dró niður, þá leitar hann alltaf því að áðan gerði ég þessi sinnum þessi, semst 1 til hægri og 2 upp. Hér fyrir 1 til hægri og 2 upp. Og hvað hér? Engin tala. Hér 1 til hægri, 2 upp. Hérna hann að margfalda sinnum 400. Þetta fyrir allt í þvælu. Þannig það sem ég þarf að gera að festa reitin sé 2. Það fyrsta leið að breyta þessu í 2 og festa. Það ger ég með því að gera svona dollaramerki fyrir framan töluna og bókstafinn. Og núna þegar ég dreg niður þá lagast þetta allt. Eða hvað? Fór ekki þessi í rugl líka? Hérna þarf að festa reitin C1 af því að hún fór að leggja eitthvað allt aðrar tölur og svo ætla ég að draga þetta aftur. Nú þetta rétt. Eða hvað? Skulum við fækka aukastöfum svo við sjáum nú hvort þetta eitthvað glóra í þessu. Já, því að þetta hækkar alltaf 10.000 og vextirnir hækka alltaf því ég alltaf að fá bæði vexti á vexti síðasta árs plus náttúrulega innborgurna sem kemur inn hverju sinni. Ég hefði líka geta gert þetta svona. 10.000 1,04 þetta sinnum til þess að fá innistæðu með vöxtum og skrifa svo bara 10.000 hérna. Því að þá byrjar næsta ár alltaf á þessi plus þessi. Þá byrjar ári núna á því sem það síðasta ár endaði plus 10 skall sem ég legg inn hver áramót. Og núna þegar ég dreg niður og ég þarf að draga niður alla reitina til þess að sjá og ég þarf að fækka aukastöfum. Sjáðu, ég fæ nákvæmlega sömu niðurstöðu. Það semst þessi reitur niðurstaðan eftir 5 ár. Þetta bara spurning hvor uppsetningin hentar okkur betur í töflureikninum því að þær í grunninn jafn góðar.